Já, góða kvöldið og velkomin á Live TV, nei, Frelsi TV, hvað heitir þetta aftur hjá mér? Svo langt síðan að maður hefur verið í loftinu að maður er bara að gleyma þessu öllu. Aldrei koma nú heimsendurinn. Hvað klikkaði hann, víst. En ég hef verið svolítið upptekin undanfarið. Þannig ég hef nú ekki verið mikið að læfast eða gera nokkuð skapaðan hlut að viti. En ég ákvað að skella í eitt live. Það var komið svolítill tími á það. En það er mikil undiralda alls staðar í gangi núna. Það er kannski ekki mikið til að fylgjast með ykkur ef þið eru að kommenta. Það eru einhver að horfa með þessu. Og já, kemur smá delay á allt dótið hjá mér. En það hafa ekki verið mikið svona augljósa atburði, ef við getum kallað það. Það hafi sjálfum sér ekki verið neinir falskir fánar eða neitt. Neinar svona sérstakar flugeldasýningar. En það eru mikil átök í undiröldinni. Það eru hin einu sönnu sameinuðu þrjótar sem eru að gera allt vitlaust. Því miður, þá er það nú þannig. En ég veit ekki hvort þið vitið af því. Ég birti fréttum það á frelsitv.com sem var nú sennilega eini fréttamiðillinn á Íslandi sem er ekki á múturgreiðslum. Því miður. Ég er alltaf að suða eitthvað mútur en ég fæ ekki neitt. Þannig að þið sitið bara uppi með og hafa blaðamennsku. Sjáum við hérna í gólfið hjá mér. Hvað var það því? Hérna sjáum við. Það er gólfið hjá mér. Þetta er svona set on a shoestring. Að ég er náttúrulega sagt ykkur ef að fólk er blánt eða í erfiðleikum þá vil ég ekki sjá að það sé að styrkja mig. Þá vil ég frekar að þið styrkið það fólk líka því sem ég er fullt af erfiðleikum. En ég er nú verið blessaður með smá verkefni þannig að ég geta verið heima við. Nú við erum með fullt af plotti í gangi hérna í Húnakornin. Við erum að spá í alls konar fínari. En ég veit ekki alveg hvað er að byrja allan sem ég hef rantað eða læfað. En ég veit ekki hvort þið vitið af því að það er Sameinuðu þjóðunum er verið að á meðan þið eruð að horfa á nautaatið á Austurvelli og eruð á reiðileikunum. Þetta eru reiðileikanir. Það verður að gera alla svakalega reiða. Og það verður að kasta í ykkur handónýtum eldgömlu fréttum sem ég er búin að segja við ykkur í mörg ár.
Ég er búin að vera að segja ykkur að valdstjórnin er skipuleg glæpasamtök. Og ég er búin að segja því mörg ár. Svo núna er þetta bara, er allt bara glæpa og af hverju er það svona? Ég var að segja ykkur það. Þú veist, ég er hann að geða ekki hálfvitin sem verðist hitta og það er ofta rétt. Já, er skruðningur í mæk. Er hann farið núna skruðningurinn eða var það bara rétt á meðan að tölvan var að vesennast? Og rekst líka snúran hjá mér einnig. Ég get sett hana inn í peysuna þannig að ég ekki að bjargast í mækinu hjá mér. Svona. Þetta er algjört útsendingatrikk, sko. Þetta er lengi í skóla. Já, mækin er í vesinni. Það gat verið. Ég ætla bara að loka hérna. Hérna heilu forriði. Og hérna. Svo sjáum við hvort að það dugi til að laga þessi ósköp. Og hérna annars þarf ég að fara í einhverjar rífahæringar. Svona, heyrist vel í mig núna, kæru hlustendur. Það ætti að vera töluvert betra sound í mig núna. En þarna, það sem er að gerast í hjá Sameinuðu þjóðunum, það PFE eða hvað þið kalla það? PV, hvað orð sem þið viljið að nota yfir það? Að PV er eitthvað apparat á vegum Sameinuðu þjóðanna og er fjármagnaðar getið hverjum rétt upp hönd sem að veit svarið við því. Það er Open Society. Og þessir þrjótar, já, einmitt, ég er með alltaf litla tölvu. Ég þarf að fá hérna einhverja mútugreiðslur. Að þeir eru að vinna í því að yfirtaka helmingina í jörðinni. Bara þeir pissa á það svæði, það er þeirra umráðasvæði. Og þangað má enginn fara, ekki einu sinni fuglinn fljúgandi nema með þeirra leyfi og þeirra samþykki einhvern veginn. En þetta er sem sagt fyrirbæri sem þeir kalla PEV kalla þeir það. Og afturkværi, helmingur af svæði jarðar, þekkt svæði. Það er reyndar svolítið umræður það, hvaða svæði það er. En það er svakalegt að sjá framvindu á þessari heildar yfirtöku á pönnukökunni eða kringlunni eða hvað við viljum kalla það. Og þar sem að hægt er að sjá
Þetta eru þessir fjölskyldusjóðir, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, sem eru allir skattfrjálsir sjóðir náttúrulega, það er ekki að taka það fram. Og það er þetta lið stundar viðskipti sem heitir einokunarviðskipti. Þeir gera helst ekkert, þeir fara ekki í business. Flestir fara svona eins og fávitar eins og ég til dæmis. Þú veist, því ég fer einhvern veginn bara í business og reyna að standa mig og allt það. Þetta lið gerir það ekki. Þetta lið fer í að yfirtaka og stjórna og fara í pólitík og tryggja sér einokun. Til dæmis heilbrigðiskerfið, veikindakerfið er mjög skýrt dæmi það. Það er búið að koma svona einokun og þeir eru að selja $1 milljón pillu. Ein pilla eða ein læknismeðferð kostar bara $1 milljón sem eru 130 milljónir. Og þetta er stundað mikið á Íslandi. Þess náttúrulega heilbrigðiskerfið alltaf á hausnum af því þetta er eins og að moka ljósi í svartól. En þetta, þið sjáið þetta kemur frá honum snillingi, Corbett Report. Og þetta er hluti af þessu UN Agenda 2030 og undir þessu eru óligarkar og billjónerar sem að bakka þetta upp. Og þetta er UN Resolution 69292 og bara eitthvað búið að loka þessu. Og Resource Defense Council, svo heitir þetta allt eitthvað svona náttúruvernd og landvernd og þetta heitir allt eitthvað alveg fínt National Resources Defense Council. Það snýst ekkert að vernda náttúruresursa, þetta er spurningum að vernda annað fólk frá því að komast í það. Það er það sem það snýst Og hefur akkurat ekkert að gera með góðverk eða neina slíka hluti. En eitthvað er að Firefoxið minn lasinn. En það eru sömu stuðningsaðilarnar á bak við þetta Pew Trust Ég nú farið og kíkt á það yfir lið. Open link in new tab. Þetta er einhver smá $438 milljónir, sjáðu, ekki er ég að fá neitt svona. Eignir, já. Já, þetta eru $411 milljónir sem þeir fengu bara 2014 upp í hendina. Og þeir sem að styðja þetta eru the usual suspects. Það eru þessir óligarkar og þessir glæpahundar sem eru gjörsamlega búin að tapa vitunni eða eru annarkvort eru þeir búin að tapa vitunni eða þeir eru klárustu gaurarnir á jörðinni. Open Society, $12 milljón. Charitable Trust, Schumann Center for Media and Democracy, $17 milljón. Carnegie í New York, $14 milljón. Þetta er allt saman skattfrjálsir peningar, sjáðu. Joyce Foundation, það er eitthvað nýtt. Jeremy Kohlberg Trust, $11 milljónir. Ford Foundation, John D. and Catherine MacArthur Foundation. Sjáðu, alltaf sama liðið. Alls staðar. Það er ekki eins og þetta sé flókin rannsókn. Síðan á bak við þetta náttúrulega olíufyrirtækin
Þeir eru að tryggja sér hálfan hnöttinn bara fyrir sig eða hálfa pönnukökuna eftir hvernig þið lítið á það. Og allt gert undir þessu við vorum íslenska valdstjórnin var að skrifa undir þetta fyrir sína hönd, takið eftir hvernig ég orða þetta. Þeir voru ekki að skrifa þetta undir þetta fyrir mig. Kemur mér ekkert við hvað þessi trúarhópur er að gera. Það er bara þeirra mál. Það er þetta Wilderness Protection, Forest Care Reform, Protecting Ocean Life. Þetta er nú sennilega munið kvótakerfi var komið undir þessum fána, þessum falska fána, að vernda auðlindir í hafi og bla bla bla. Snerist ekkert það, snerist að fá einkarétt á auðlindinni. Og þið vitið náttúrulega einn af höfðingjónum þarna var Mr. Rockefeller sagði einhvern tímann, samkeppni er synd. Í þessum trúarhópi þar er samkeppni synd. Hérna sjáum við áður en að fólk verður hvað? Forskóla börn. Það verður heilað þó þau. State Sentencing Correctional. Ég er örugglega að lesa þetta úr öllu samhengi. Nei, þetta er einhver grein hérna. Þetta er þessi samtök. The Pew Charitable Trust. Sko, þið sem eru að óbúslega reið þennir á Austurvelli að hlaupi rauða flaggið. Það er allir, það eru bara fúskarar sem eru með skattaskjól á Panama. Menn eru bara með þetta á Laugaveginum eða í Bankastrætinu. Það er bara alls konar svona góðgerðafélög, þeir fara að fletti yfir góðgerðafélög, eða trúarsöfnuðir eða eitthvað, eða vantrú eða siðmennt eða eitthvað svona. Þetta eru nýju skattaskjólin. En þessir gaurar eru semst að ýta hressilega á þetta Resolution 69292 sem lokar nánast helmingnum af nettinum eða pönnugöngunni fyrir almennu fólki. Það er það sem þeir eru að vinna í. En ég lít svolítið á þetta eins og ég lít á valdstjórnina sjálfa, glæpa samtökin og valdstjórnina á Íslandi. Sko, eins og ég hef stundum sagt það, hugsaum okkur að þetta sé mafía sem er bara ekki myndlíking, Máni alveg, springa allir ruggina og hann að horfa. Að sko, hugsaum okkur að sé eitthvað mafía á Íslandi bara, eða eitthvað eins og útibúið þannig frá valdstjórninni Hells Angels, það eru stjórnvöld sem stýra því líka, já. Hugsaum okkur bara Hells Angels eitthvað bara farin að handrukka peninga og kallar það verndarskatta og þeir eru farin að gera bara smygla eiturlyfjum og eyðileggja líf barna og fullorðna og þeir eru farin að þvinga alla í einhverja kofa og farin að neyða fólk til þess að sita í einhverjum loftlausum stofu eða börn, sko, eru að níðast af börnum í einhverjum stofum 6, 7, 8 tíma á dag, sita þar að hlusta það bara einhverja lygasögur að jörðin sé hnöttur eða eitthvað svoleiðis. Og svona er bara þessi glæpasamtök, ekkert endilega Hells Angels eða Banditos eða bara einhverjir, svona, við segja bara Motorola samtök almennt. Þeir eru bara fann að vinna alls konar vond verk, sko. Og nú eru fólki sem verður fyrir þessum glæpastarfsemi, það eru mjög þreytt á því, sko. Og bara alltaf þegar það fær útborgað þá bara rifið helmingur eða bara rifið úr veskjunni hjá þeim, stór hluti af laununum. Og ef að fólk er nú búið að eignast eitthvað, sko, hús eða bíl eitthvað svolítið, þá er bara rifið helmingurinn af því í einhverja regntryggingu eða eitthvað, eða veðurfarstryggingu og það bara, fólk er bara alveg, vá, ég var svo þreyttur á þessum Motorola samtökum, sko.
og svo kemur svona fólkið saman eitthvað á einhverju svona fundi og þar eru líka fulltrúar frá mótorhjólasamtökunum, ýmist leynt eða ljóst. Og svo byrjað að ræða, já, það eru náttúrulega vera kosningar, sko. Það þarf að skipta bara út stjórn í þessum mótorhjólasamtökum, sko. Já. Það náttúrulega gengur ekkert að hafa þetta svona, sko. Já, það þarf bara að vera kosningar og svo bara sitjum við nýja stjórn í húsfélagið hjá mótorhjólasamtökunum. Já, það er bara þannig sem við gerum það. Já. Já, og svo getum við farið á mótmælt hjá þeim, fyrir utan klúbbheimili hjá þeim. Já, förum á mótmælum þar. Og mótorhjólasamtökin halda bara áfram sinni glæpastarfsemi og hrista bara, strákar, hvað háað er þetta hann út á plani? Það er ykkur að mótmæla? Já, ok. Getum við ekki farið að tekja hvort það sé ykkur peningar í rassusana hjá þeim. Hirðið þið það að þeim og lemjið þá svolítið í leiðinni. Veist? Það er þetta sem er að gerast. Þetta er ástandið sem að þeir að horfa upp á. Það er bara stór hópur af heimskingum hlaupandi horn úr horni á Austurvelli og upp á áhorfendapöllunum og og eru bara að glotta yfir þessum fávitaskap. Svo var nú einn kaflinn hérna, já, ert þú að verja Framsóknarflokkinn, Axel? Ert þú eitthvað að verja þetta allt saman? Ert þú að verja ríkisstjórnina eða ert þú... Ha? Ég var að segja, þetta eru skipuleg glæpasamtök og það þarf að díla við þau sem slík. Og það er ekki gert með að stofna annan mótorhjólaklúbb, sko, og stunda sömu starfsemina. Í alvöru, er enginn að skilja þetta með ég? Í alvöru? Hérna, trúir þú ennþá að jörðin sé flöt, Axel Pétur? Ég hef aldrei sagt hverju ég trúir. Eina sem að ég veit er að það er búið að ljúga öllu á okkur í sambandi við heimsmyndina sem við erum með. Það er allt saman lygi. Það er ekki til einasta ófótasjöppumynd af jarðkringlunni. Engin. Og ég hef aldrei komið til geimsins, þannig ég veit ekkert hvernig þetta lítur út ef það er hægt að fara út í geimin, ég veit það ekki einu sinni. En ég hef séð þegar að það kemur svona sólglampi gegnum skýin og ljósið fer sko í gráðu sem getur ekki gerst ef að sólin er eins langt í burtu og okkur er sagt, það var ekki séns. Ekki séns. Og ég hef séð þessar löngu flötu vass yfirborð sem að ég hef bara velt fyrir mér sjálfur, bara svona heyrðu, vá, ef að jörðin, okkur er ekki bója, hvað er í gangi? Það er eina sem ég er að segja, það er bara búið að ljúga að okkur öllu, allt saman er lygi. Og það er eiginlega það sem að fólk er bara svona, já, sæll og blessaður, sko. En í raun skiptir það engu máli í stóra samhenginu hvernig jörðin er, hvort hún er flöt eða kringlótt eða inn eða út eða suður eða vestur, það breytir raun akkurat engu. Það er náttúrulega bara voða gaman að vita það, skilur, en það breytir í raun engu. Eina sem að ég er að horfa á og tjá mig eru allar þessar lygar. Að það er bara óbóðslega mikið af fólki sem að vinnur við það allan daginn að ljúga og það virðist vera bara besti businessin er að vera í lygabransanum, sko. Þeir virðast hafa það langt best.
og ég ætla ekki að tala um flötu eða kúlujörðina eða hamborgarajörðina eða demantsjörðina ég bara veit það ekki, skilurðu. Ég var reyndar vorum í síðustu viku, þá var ekki helgina í síðustu viku, þá var fullt tungl og börnin mín hafa þennan áhuga líka á tunglinu. Alltaf þegar fullt tungl þá fer öll familjan út á svalir að taka myndir og horfa og rýna í tunglið. Og ég verð að segja að þegar ég horfi á tunglið sjálfur bara, þá finnst mér að vera óþægilega nálægt. Og ég hef í sjálfu sér engin meiri vísindatól en bara tunglið þarna og ég hér og skynjunarfærin mín, sko. Og reyndar á ég mjög góða kameru, þannig ég hef zoomað alveg á fullt inn og náð svona detail mynd af tunglinu, sko. Maður sér alveg rendurnar og gígana. Þetta er ekkert hægt ef að tunglið er svona langt í burtu eins og okkur er sagt, sko. Og ættum við ekki að sjá Mount Everest ef við stöndum upp á Esjunni? Ég bara veit það ekki. Þeir eru að tala um, sko, að þetta séu það má líka spyrja það sama ef þú horfir inn langan gang. Ættirðu ekki bara að sjá allt saman í beinum línum? Ættirðu ekki að gera það? Þú veist. Nei, maður sér það ekki þannig. Horfum bara á nokkra myndir með Vanishing Point. Sjáðu til þessa mynd hérna. Ætti maður ekki að sjá bara miklu, miklu lengra hérna inn, einhvers staðar bara lengst inn í Kína hérna? Ætti maður ekki bara að sjá það? Ég veit það ekki. Segjum að sé 1 meter hérna á milli, ætti þá ekki að vera bara 1 meter á milli hér? Ef ég mæli þessa mynd, sjáðu, hérna er 1, 2, 3, 4, 5, 6 þumlungar, eða svona hendur, tölvuhendur. Hérna er bara 1 tölvuhend. Af hverju það? Ætti þetta ekki að vera sama stærð? Hér á milli sjáðu 1, 2 hendur. Hérna er 1 hend. Ætti þetta ekki að vera bara sama stærðin? Hvað rugl er þetta? Sama hér. Ætti ég ekki að sjá þetta bara allt saman í sömu? Þetta virðist vera miklu meira spurning um vanishing point, eða hverfunarpunktur heitir það. Vanishing point. Að ég meina, af hverju er þetta svona? Hvað er þetta? Ætti ég ekki að sjá hérna miklu, miklu lengra? Þessi stendur nú svolítið hátt uppi hérna. Maður sér hérna bara rétt inn eftir. Þú veist, vanishing point er bara augun í okkur sjá ekkert bara að eilífu, sko. Hérna sjáðu hérna til dæmis, ganginn hérna. Ætti ég ekki að sjá alveg hérna ofan í botninn á þessum göngum eða hvað? Af hverju sé ég ekkert lengra en hingað? Veistu hvað er í gangi hérna? Er þessi göng kannski bogin? Er þetta svona bog, þú veist? Við erum bara stórblindar hænur sem hlaupum bara í hringi eins og nautheimskir hálfvitar.
Það er málið. Og það er hérna punktur þar sem við hættum bara að sjá, virðist vera einhvern veginn. Eða ég veit það ekki. Ég er bara að skoða þetta. Ég veit ekki neitt, sko. Hvað gerist í þessum punkti hérna? Þegar allt er runnið bara í einn punkt. Ætti ég þá ekki að sjá lengra en það? Hvað er í gangi hérna? Einhver bíómyndgerð, Vanishing Point. Hvað er í gangi hérna? Af hverju er þetta svona? Ætti ég ekki að sjá hérna alveg bara beinar línur? Er að segja ykkur að hafa byggt þetta svona? Hvað er í gangi hérna? Þannig að það er ekki allt eins og það sýnist, sko. Vanishing Point, bíómynd. En ég nenni ekki að labba upp á Esjuna allavega. Það er alltaf langt upp í loftið fyrir mig. En hérna það er snilldarkenningin hans Guðjóns Hreinbergs með að Evrópubandalagið eða EU er raun bara hersetu útibú Bandaríkjanna eða þessara sjóða sem ég var að sýna ykkur áðan. Sko, þessir sjóðir sem að Carnegie, Ford, Open Society, Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates og allir þessi sjóðir, það er þetta lið sem að stjórnar heiminum, vestræna heimi. Það er þetta lið sem stjórnar Evrópubandalaginu. Þeir stjórna NATO og CO. Þeir stjórna Sameinuðu þrjótunum, en þar eru þeir þrjótanir, skilur við. Og svo þetta lið allt saman svo snældu geðveikt, sko. Þeir ætla bara að fækka mannkyninu 95% og þeir ætla bara að setja upp svona Elysium dæmi, sko, það sem að og eru að því nú þegar sjá hvað þau tapast mikið af fólki, flóttamanna fólki. Þetta fólk er farið með bara eitthvað svona afsíðis eins og í þessum klikkuðu myndum og svo er bara þetta fólk veitt, sko. Það er svona prey. Og öll þessi börn sem að er að hverfa, ég meina, hvað heldur að verða þessi börn? Akkur er að byggja balmusteri, hvað er ekki, London og Washington og það er bara merkin eru út allt, skilur. Að hérna og meira segja var einhver að sýna mér hérna mynd af SS-umbúðum. Það er bara alls konar merki, sko. SS kjöt umbúðir. Æðislegt þetta hérna. Æðislegt þetta hérna. Internet er ekki samlega því. Það er ekki sýnt svona innan í umbúðina. En inni, sko, inn í SS-umbúðum eru svona, já, þetta. Getur bara keypt, farið í ruslið og fundið hana, ekki vera að kaupa þessum fábjörnum. Arnarfellið mikla. Og svo eru svona merki inn í umbúðunum hjá okkur. Alls konar svona Illuminati merki. Þannig ef að þið trúið þið ekki að þetta ógeð sé á Íslandi, þá eru þið svolítið miklu kjánar, sko. En hérna til dæmis ef við sjáum svona bíl, svona bíl hérna til dæmis, haldið að þessi gaur sem er að keyra hann hérna og þetta er lið, haldið að þeir séu bara að gera þetta fyrir eigin vasapeninga eða,
Þetta bara þeir sem að keyra hérna. Já, keyptu Illuminati, nei, SS umbúðir, Jón, og kíktu inn í þær og segðu mér að þetta ekki inn í þeim. Og ef það ekki, þá tek ég þetta tilbaka. En ég veit ekki hvort þið sjáið. Hérna er Coors Light sem er bjórframleiðandi. Hérna er Target, sjáið. Hérna er 40. Nei, þetta er sennilega ekki auglýsing. Ég merki hérna. Nei, ég veit það ekki. Hérna er, Holley, 3M. Þessir límmiðar hérna tákna eitthvað. Bridgestone. Og það er alls konar svona merki hérna. Og sama er með alls konar svona merki. Þau eru út allt. Og ef við tökum bara Alþingishúsið, sjáið þið bara á Alþingishúsinu er nefnilega ákveðið merki sem ég veit ekki hvort að fólk hefur tekið eftir. Og þetta var ekki besta myndin reyndar. Og það er, sjáðu þið, hérna. Hvað er þetta hérna? Nei, þetta er korona. Þetta er korona. Ég ætla að segja þetta einu sinni enn. Þetta er korona. Kristján IX. Að þið vitið ekki einu sinni, þetta er bara hérna in your face, Og Ólafur Ragnar yfir mafíósi á Íslandi, Dónin yfir Íslandi, að hann staðfesti það sem ég hef sagt og það sem að Guðjón hefur tekið undir og líka sagt, að stjórnarskráin er bara svona starfslýsing á því hvernig þessi mafía ætlar að stjórna. Hefur ekkert með lýðræði að gera, eða hún kemur ekki frá fólkinu, eða hún kemur ekki frá lýðnum, hún kemur ekki frá þjóðinni, hún kemur frá Alþingi, blessað af umboðsmanni yfir mafjósi þeirra hann Ólafur, og svo konungsveldið sennilega í Danmörku. Og þetta er það sem ég alltaf sagt, að Íslendingar eru þrælar konungs, og nú eru þeir að flytja allar þessar eignir sínar, þessast heilu þjóðirnar, fólk og búfénað og allt draslið. Þeir eru að flytja það er það sem er að gerast með þessu Sameinuðu þjóðadæmi og NATO og Evrópubandalagið, þess að það er bara verið að færa þetta í annað eignarhaldsfélag. Að þessi konungsveldi, þeir eru svolítið gamaldags, og núna eru þeir að færa þetta yfir í annað eignaform. Og skal ég segja þér, að horfa á myndir, að já, henni betri mynd, kemur líka SS fram, sjáðu.
Menn eru að efast allt hérna, gott. Ekki trúa orðið að því sem ég segi, bara please, ekki trúa neinu sem ég segi. Það í algjör kjáni með hóri nebba. Hérna SS, fremstir fyrir bragðið. Og þetta eru Illuminati merki hérna. Þetta hérna alveg hreint og klárt World Dominance merki yfir öllum mönnum og yfir pella á netunni. Eruð þið ennþá að efast að þetta sé til eða? Já, þú verður að kunna lesa merkjamáli, skilur. Af hverju settu þér ekki ertu að segja að þetta auga hérna sé ekki Illuminati symbol? Er þetta allt saman bara einhver ímyndun í mér? Er það að segja það í alvöru? Er það að segja það? Nei, ekki segja það. Mér er alveg skítsama hvað ykkur finnst, sko. Alveg nákvæmlega sama, sko. Nei, bittu rólur. Halló. Skildi þú ekki vera? Ha? Þetta einhver misskilningur hérna. Þetta bara píramídinn í Egyptalandi, sko. Þetta ekkert Illuminati. Nei, auðvitað ekki. Hvernig læt ég? Þetta ekkert Illuminati. Nei, auðvitað ekki. Þetta nei, það engin tenging hérna á milli, sko. In God we trust, já, betur, treystum við Guði? Hvað það? Af hverju gerum við það? Af hverju in God we trust? Hvað það? Hvað á það því það? Nú, sýn ykkur hérna eitt. Já, sögusafnið þetta. Fyrirgeðu, tekur mig smá stund að sýna ykkur næsta skjal. Hérna það komið á skjáinn. Takk eftir hérna. In God we trust. What? In God we trust? Axel, þetta ekki fara að slá eitthvað úti fyrir þér, sko. Þannig ekki eitthvað að fara að endur skoða þetta hefða kallið minn. The Committee of 300 through the United Nations Organization awarding this treasury certificate of the people of the Philippine Islands represented by the group of companies and bank. Það gaman að vita hvað þetta þýðir hérna. With international registry number bla 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 2007. Þetta allt saman eitthvað misskilningur hérna líka. Allt eitthvað misskilningur. Já, þetta bara mynd af jörðinu og eitthvað svona gamall Cæsar laufblöð hérna. Þetta ekkert að marka þetta, sko. Come on, Axel. Þetta hérna ekkert líkt hinu merkinu sem var á hérna SS-umbúðunum. Þetta ekkert líkt því. Láttu ekki svona. Þetta ekkert það sama. Come on. Ég meina, Sameinuðu þjóðirnar ekkert í New York. Það bara eitthvað misskilningur, sko. Veist, af hverju allar þessar stofnanir hérna sem eiga eftirlit með hver annari, af hverju þær allar bara hérna á sama plaggi, veist, hvaða rugl það?
Axel, þetta er bara einhver misskilningur hjá þér. Þú veist, Sameinuðu þjóðirnar, International Court of Justice, ég vissi nú ekki einu sinni að það væri til. Alþjóðlegur réttlætisdómstóll eða þú veist, hvaða rugl er þetta maður? International Criminal Court? World Bank, já, ég skil, já, ok. Financial Action Task Force, sko. Codex 16 í Frakklandi. Þetta er allt saman bara einhver misskilningur hérna. Þetta er bara svona text, einhver þýðir ekki neitt, sko. Þetta er bara einhver texti, skilur. Þetta er bara einhver svona top secret, þú veist. Come on. Bíddu. Halló? Hey. Holy Heavenly Father account. In God we trust. Holy Heaven Father account. Þetta er allt saman einhverjar tilviljanir. Come on, dude. Come on. Þetta er bara tilviljanir. Nei, þetta er sama all seeing. Oh God. Já. Ég er bara velta fyrir mig hvernig maður svarar svona. Já, þetta er allt saman. Það er sko ég er ekki alveg viss um það hvor trúarhópurinn er stærri. Sá sem að trúar á tilviljanir eða þeir sem að stunda heimsku reglulega. Áttum ekki alveg á því. Sko er eitthvað erfitt að trúa því að fólk sækist eftir völdum? Trúið þið því? Og hérna segir ykkur dollarinn er með all seeing eye en SS sleppir því. Nei. Það er ekki rétt. Þetta hérna er all seeing eye. Það er þetta hér. Þetta er merki af all seeing eye. Þetta hérna er líka merki all seeing eye þegar fólk gerir þetta með höndunum. Þú veist. Ég meina það er ekkert endilega sé alltaf teikna nákvæmlega eins. Veist, þetta hérna er líka all seeing eye og þetta er all seeing eye þótt það sé ekki nákvæmlega eins. Sama hátt er þetta merki all seeing eye. Það er svona. Það er auga, eitt auga í þríhyrningi. Það er merkið. Og sko ég hvort ég að nota þennan bara. Nei, þessi sést ekki nógu vel sko. Það var nú bara ágætur hérna á topnum sko. Þessi sjáist vel. Sko þegar horfið aðeins í myndina þá sjáu þið hérna skilnaðinn á milli, sjáu þið. Sjáu skilnaðinn á milli. Það þýðir að þetta er orðið the untouchables. Þetta fólk er aðskilið
frá öðrum líðnum, the human condition, eins og sýnt hér. Það það sem er að segja þér hér. Að Illuminati eða þessi þeir sem bera þetta merki hérna eru að segja á þessu matvælabréfi að þeir hafi dominans yfir human domain og earth domain. Það er það sem þeir eru að segja. Og við getum séð þetta líka hérna í Babylon. Jú. Sko, það er náttúrulega fólk, ég meina þeir treysta því þessi gaurar að fólk er svo heimst að það getur ekki séð það sem er beint fyrir fram að niður á því. Það er bara hægt að setja glæpinn beint fyrir fram að niður á því og þú sér það ekki. Hvernig kom þetta upp? Ég vil ekki þetta. Ég vil bara þetta. View image. Hérna kom það. Og ef þú horfið á þetta hérna til dæmis, þetta er Babylon, gamla Tower of Babylon, sjáðu. Þetta er Evrópuþingið í Strasbourg. Og á sama hátt og sjáðu aðskilna hérna á milli, sjáðu. Þá sjáu þið með síkinu hérna er aðskilnaður á milli líðsins sem eru svona ferkantaðir róbótar, sjáðu. Og the all-seeing eye, eða sem sagt þessum. Það er það sem verður að segja hérna. Ok, Jón Jónsson, segjum það að þetta sé the eye of providence is a simple showing og bla bla bla. Akkur er þetta á Bacon-bréfi hjá SS? Akkurju? Hvers vegna? Ok, tekum á þessu. The eye of providence. Nei, ekki taka mark á mér. Rannsakið þetta sjálf og gerið ykkur eigið YouTube. Veit ekki hvort þið var hlægið að gráta eða hvort það var svimið þá. Ancientsymbols.com. Við erum bara á heimasíðu þeirra. The eye of providence is also very important in Freemasonry symbol that typically has a semicircle gloria. Ég meina, þetta nú fyrsta síðan sem kemur upp bara. Þetta nú alveg augljóst. Þetta alveg augljóst. Hérna merkið, sjáðu. Hvað það að segja? Wikipedia, já. Eye of providence. Ekki lígu nú Wikipedia, það getur nú ekki verið. Christian version, já. Christian version, sko. Endar eru frímúrarar kristnir, já. Já. Þú trúir því, sem sagt, já.
Já, það er nefnilega það, sko. En hvað er það að vera kristinn? Er það ekki svolítið víðtækt hugtak? Er páfinn til dæmis kristinn? Hvað þýðir það að vera kristinn? Sko, ég veit ekki betur en það að mestu níðingar veraldar séu ríkisstjórnir alls konar sem eru svona frímeisonir í einhverjir svona valdasjúkir fávitar sem að reyndar eru allir undir trúarbrögðum Satúrn. Þetta er allt saman Satúrnistar. Og Saturn Cube að vá, hvað er mikið opið núna maður. Ég þarf að loka eitthvað. Ég ætla að loka pífinu. Þið horfið á bara myndbandið með honum. Corbett Report. Sko. Þegar þið eru að tala um einhverja kristna, þá er að tala um bara einn múrsteinin einhvers staðar niðri. Veljið ykkur bara einhvern múrstein eða línu á múrstein. Þú veist, þessi múrsteinn hann er að rífast við múrsteinin við hliðina á sig. Já, þú ert kristinn, nei, þú ert múslimi, og þú ert fáviti, nei, þú ert bjáni. Hvað með gyðingar í þessum steini eða þessi fábjáni sem að trúir á Kumbaya, það er bara liðið er allt saman að rífast. Eða hvað sem er. Þetta er allt saman fávitar. Allt þetta eru bara heimskingjar. Naut heimsliðum. Þeir sem er uppi segja það bara við þér hreint út. Þú ert naut heimskur fábjáni. Ég er ekki að segja það. Þetta lið er að segja það við þig. Sko, þið þurfum að átta ykkur á því að þetta lið sem er uppi í auganu, þetta lið sem er það flokka sig undir Satúrn, sjáðu. Og þetta fólk er með einhverja áráttu að sýna sig alls það geta náttúrulega ekki verið. Þú veist, af hverju er í Santana, Manhattan, Ástralíu og Danmörk, þetta er svona vígi ilnatti svolítið. Af hverju eru þeir með svona múslimskt tákn? Af hverju er múslimskt tákn í 911? Þetta bara meikar ekkert sens. Veist, þeir sem eru að rífast eitthvað eru kristnir að þetta augatíð, þetta hitt og þetta er svona, veist, þetta er bara heimska, þetta er bara hrein heimska. Og þú þarft að átta á því hvað fólkið, þetta er nú svona lið sem er reyndar á takmörkunum að því að vera guðlegt og mannlegt. Sko, þegar ég er að tala um merkjafræði og fleira slíkt, þá er ég að tala um hvað þetta fólk er að segja við þig. Er að segja við alla. Þú veist, það er ástæða fyrir því að við vorum sköpuð með 2 eyru og 1 munn. Það er því að það er mikið erfiðara að hlusta heldur en að tala. Og í raun það eina sem ég verður að gera er að hlusta á það sem þetta lið er að segja. Bara in your face, svolítið, sko. Þetta er til dæmis ákveðið statement, sjá. Ég veit það ekki. Haldið þið að þetta sé eitthvað statement, til dæmis? Hvað haldið þið? Nei, þetta er bara eitthvað tilviljun. Þetta er svona tilviljun, Axel. Þetta er bara tilviljun. Come on. Þetta er bara tilviljun. Já. Þetta er bara tilviljun. Ok. Ég trúi því ekki. Ég styð trúfrelsi, eins og veist. En
þú veist, þetta bara, það verið að segja þetta með steintöflum, sko. Annað sem ég skil ekki, ef að jörðin hnöttur eins og okkur sagt, hvernig getur svona myndast? Hvað þetta? Sko, ég held að eitthvað vídeo rosa flott þetta, hvar var það? Meni, það var þetta mjög skrýtnar myndir alltaf, sko. Google klár, þeir lesa hugsanir manns. Sjáðu þetta þetta myndband. Þetta eins og okkur sagt að jörðin spinni. Sjáðu. Ekki bara leiðilegt heldur alrangt. Við förum á 70.000 kílómetra á klukkustund. Þessar tölur stemma bara ekki, eins og ég alltaf verið að segja. Sjáðu. Þetta eins og okkur sagt að veröldin okkar sé. Sjáðu jörðina hérna. Þegar við erum hérna með yfir sólina, það hefði haldið að við sæjum þessar stjörnur hérna á himni, ekki sagt? Og við sjáum ekki í gegnum sólina, það? Þetta haldið því fram. Það ekki svo sem verið, þá hún sé ósýnileg. Ég hef haldið því fram að hún sé ósýnileg. Svo kemur hún hérna og við sjáum ennþá sama stjörnuhiminin. En byrju nú við, hann hérna megin, ekki? Þú veist. Þannig að talandi þessa, hvar var hún hérna? Hvernig gerist þetta? Það líka annað sem að gerast, að menn eru með miklu meira af bara svona græjum, sko, sem að voru áður ekkert í höndunum á öllum, eins og þessar ljósmyndavélar sem við erum með í dag alveg svakalega fullkomnar, sko. Þannig að það alls konar menn og verkfræðingar, verður mikið af verkfræðingum sem eru bara, ég nú búin að starffræðin sem ég lærði í skóla, stemmar ekkert við það sem verður að segja. Og ég hef verið að deila svolítið myndböndum með honum Brian sem mjög fær verkfræðingur greinlega. Og hann ekkert að skilja í starffræðinni, sko. En ok, the great scheme of things, þetta nú svona aðeins útúrdúr fyrir newbies, greinlega nýir hlustendur. Ég búin að fara yfir þessi merki og merkjafræðina í dítelum, sko. Það svolítið óvinsælt þegar ég þvingaður í að fara að tala eitthvað sem ég búin að tala 100 sinnum í öðrum vídeó. Og ef þú nennir ekki að horfa á þau, þá áttu ekki skilið vitneskuna sem í þeim. En reyndar skemmtilegur útúrdúr að það ekkert eins og okkur hefur sagt. Það verðist allt vera lygi bara. Allt saman. En já, býtum við. Það eitt ég verið að vitna í. Við erum búin að skipta honum út. Sjáðu, nú hann rauður. Munið, hann var blár síðast.
greinilega allir að horfa á Frelsi TV. Nei, nei, þetta er bara nýjasta útgáfan. Og hún var gefin út sem sagt 2016, sjáðu. Þetta er útgáfan 2016. Og það er International Monetary Fund, United Nations Monetary and Financial Conference 1944, Bretton Woods. Þetta er ástæðan fyrir því að heimsstyrjaldirnar voru framkvæmdar, voru til þess að koma þessu öllu saman á. Það er ekkert með trúarbrögð að gera eða eitthvað pirring út í einhverja trúarópa. Það er lygi. Og eins og ég var að segja ykkur áðan, það er næstu allt logið í hausnum á þér. Það er bara samansafna svona lygum og drasli. Það vantar nú ekki formulega heitin á þetta. Og fyrsta sem ég gerði var náttúrulega bara að fara beint hérna í 9. kafla. Status, Immunities and Privileges á blaðsíðu 26. Friðhelgi frá öllum lögum, friðhelgi frá öllum aðgerðum ríkisvalds eða hver sem er. Arkaði manni hvað það þýðir. Frelsi frá öllum hömlunum á eign þessa liðs. Það er enginn sem hlerar hjá þessu fólki, þeir eru með friðhelgi frá öllum hleruna græjunum, sko. Allir starfsmenn þessara stofnana njóta þessara réttinda. Og immunity from taxation. Taktu eftir því að það er enginn nema Frelsi TV að tala þetta hérna. Enginn. Ég ætla að endurtaka það. Enginn. Skulum lesa þetta hérna bara á blaðsíðu 28. Að hérna, og taktu eftir því, það er líka enginn mótmælandi að mótmæla fyrir framan höfuðstöðvar þessa fyrirtækis sem er Seðlabankinn. Heimskur líðurinn er ekki ennþá einu svona hitt á rétt hús. Að hérna, ég get ekki slegið inn blaðsíðunúmerið, það er aðeins hérna. Það er aðeins skakt og þið munið það var nú viðtal á Exinu í dag. Ástþór Magnússon var að tjá sig Ólaf Ragnar og spásluna hans. Það sem hann var að segja, það sem ég var að segja, að þetta lið er bara í smygli og alls konar glæpastar sem er með friðhelgispassana sína. Þetta býta engin lög á þessu fólki. Sjáðu, sjóðurinn skal vera full júrísk persóna og getur gert samninga og getur eignast eignir og er í lagabraski alls konar. En þegar kemur að þeim, nei. Sjóðurinn, og það gildir alla starfsmenn og þeirra líka, eignir þeirra og drasl hvar sem það er staðsett eru undanþegin öllum réttar skúispili. Það getur ennþá enginn að tala með þetta. Ég er búin að tala með þetta í mánuði, 2 eða 3. Og hérna starfsmennina, þeir eru friðhelgi frá öllum laga vafstri. Skiptir engu máli hvað kringumstæður eru, þeir bara eru untouchable. Þetta er the untouchable lið.
það þetta lið. Þetta eru færustu mafíur heims. Þær eru samankomnar í þessum IMF-i og Sameinuðu þrjótadrasli og allir þessu. Það eru færustu glæpamenn heims sem eru þar. Og hérna þetta bara, þessu hefur ekkert verið breytt, sko. Til dæmis, af hverju komum ekki fréttum, já, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur gefið út endurnýjað samning sinn við Ísland að starfsmenn þeirra og officerar njóta fullra friðhelgi frá lögum og þeir borga enga skatta eða gjöld eða tolla eða neitt. Það er enginn að tala það. Bara enginn. Enginn. Akkúrat enginn. Og hérna svo eru bara allir á Austurvelli að syngja Kumbaya og bara, já, hverju eiga þeir allt drasli þetta lið þarna, Það er góð spurning. Af hverju það? Af hverju þú ekki einu svona mótmæla fyrir fram að rétt hús? Af hverju? Finnst þér það bara allt í lagi? Það bara, veist, hvað heitir þetta nauta hérna á ensku? Nauta torró eitthvað. Nauta Doros. Ég ætti nú að vita það. Ég ætti nú að vita það. Ég bjó á Spáni í smá stund. Rosalega gott að búa á Spáni. Spanish bullfights. Það er sko, hérna, skal ég segja ykkur. Elítan elskar að sýna ykkur hvað hún að gera. Það er einhvern veginn í þeirra DNA og þeir líka trúa því sko með því að sýna hvað að gera. Þá skemmist ekki karma þeirra þegar þeir fara illa með þig. Sjáðu. Þetta hérna var búið til af mafíu, af elítumafíunni. Til þess að þessi fábjólar sem sita hér og horfa, þeir eru að horfa á leikrit lífið sitt. Og hérna, þetta var ekki keyra og mikið hérna. Þá er alltaf brjálað. En málið er að hérna einna aðstíðum og þið getur mér að séð atburðarásina í atburðuna sem að gerast á Íslandi núna. Þið munið að byrjaði hérna genagólemið, hann byrjaði með eitthvað svona pirring, hann byrjaði að veifa svona rauðu flaggi svona. Og hérna alltaf þegar að liðið hleypur í flaggið, það er svona rautt, þá hérna býður alltaf nautabanninn eftir, þá eru þið með þessi sverð, sjáðu þið, og stinga í. Og ef þið farið yfir lögin sem eru sett á meðan að fólk er svona reitt, og ástæðan fyrir því að fólk er reitt til reiði er til þess að drepa fólk hérna, sko. Allan að drepa fjárhagslega. Og ef þú drefst fjárhagslega þá tapar frelsinu, sko. Þannig að þetta snýst frelsið, sko. Sko þegar nautið verður rosalega reitt, hleypur í tuskuna, þegar þú illa reitt, þá hérna fær það stungu í bakið. Og þið sjáuð að þeir eru þjálfaðir í þessu að reita til reiði og akkurat þegar nautið hleypur eftir flagginu sem að
reiðist, þá opnast bakið á nautinu. Sjáðu, það með hnífinn sem sverðið, hleypur í og stingur það. Þetta í sjálfum sér verið að sýna fólki þarna hvernig það spila með það í problem reaction solution. Og þetta bara verið að sýna in your face. Nú, síðan vitið að ef að nautið fer að ná einhverjum árangri, þá hlaupa fleiri inn á völlinn. Þá fara að flagga fleiri flöggum til þess að gera nautið alveg ringlað. Og nautið alltaf brjála og reiði. Það er þessi leikurinn snýst um. Og síðan örmagnast nautið og deyr. Og þetta er lífið þitt. Þetta er þú, að örmagnast. Þessi bara horfa á neglunar og þessi búið saman neglunar. Að elítu, þessi hérna er fulltrú elítu. Og hvað sýnir ykkur Kláms Þórðs. Reyndar það sé meira held að það sé meira í Ameríkunni. Þar bíða trúðar. Og leið og nautið nær einhverjum árangri, þá eru trúðarnir. Já, það er það ródjó. Já, hérna. Rodeo clowns. Það er eitthvað lýsingarveistu eða. Fótbolti. Já, hérna. Já, ég má veist ekki spila þessi vídeo, það var alltaf bra. Já, sjáu þið að nautið er að aðast í nautum líka. Hérna er þetta aðeins öðruvísi reglur eða svona. Það já, er ekki trúðar hérna. Ég er ekki að veltast við þetta. Þetta er alveg að skilja konseptið að það er sem sagt verið að atast í nauti. Það er svo, hún er verið að atast í Íslendingum til þess að ræna öllu landinu. Það er búið að ræna ykkur öllu loftinu. Umhverfisráðherra að skrifa undir það í síðustu viku eða þar síðustu. Það sér trúarsöfnuður hennar til sem hún að ráða yfir því sem þú andar inn og andar út. Og á meðan er fólk bara alltaf við rauð flögg með Austurvelli, sko. Það er líka ástæða fyrir því að til dæmis þessar kommunistarhreyfingar og marxistarhreyfingar, þetta notuðu all rauð flögg. Það er ástæða fyrir því. Að sko elítan er söm við sig, sko. Eins og nautabanir. Þeir eru sami við sig. Þeir eru fagmenn, sko. Og það er mjög sjaldan sem þeir slasast þegar kemur okkur fyrir það. En það liggur blóðslóðin eftir þeir á dauðum nautum, sko. Og þeir sem eru að espa fólk til reiði og eru í þessum nautaati á Íslandi,
vespa, nautheimska líðin. Þetta eru fagmenn, sko. Og ef að og þeir eru mikið þetta eru nautabanarnir eru mikið að vinna hjá fjölmiðlunum, sko. Og núna er til dæmis bara verið að espa fólk upp. Ég meina það hafa allir vitað um þessi skattaskjól í áratugi, sko. Það er ekki eitthvað nýjar fréttir. Það er ekkert í fréttum, sko. Eina sem er í fréttum er að það er verið að veifa þessu eins og rauðu flaggi. Og af hverju er það? Það er miklu meiri spurning. Af hverju er til dæmis enginn að æsa sig yfir því að ja, það er latency. Það er bara að gerist. Það er sko, þessi undirskrift ráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum loftslagsruglið, það er sértrúarsöfnuður, sko, mjög hættulegur sértrúarsöfnuður. Og það er það sem þessi söfnuður hafa alltaf sameiginlegt, eins og kaþólska kirkjan, síónismin, mótmælendatrúin, sem er nú ríkiskirkjan á Íslandi, og öll þessi klaustur og allt þetta liða á það sameiginlega, það sölsar þessi land. Og það er það sem Sameinuðu þjóðirnar eru að gera, eins og allar sannar trúarhreyfingar. Þeir eru að sölsa þessi land. Og grunnurinn undir það er svona rökvilla eins og er í trúarbrögðunum líka, sama rökvillan. Og ég veit ekki, ég er meira og meira að komast á þá skoðun að fólki er ekki við bjargandi, sko. Það er bara ekki hægt að hjálpa þér niður. Það er bara ofheimskur eða ofheimsk. Þú veist bara ekki einu sinni hvað er í gangi, sko. Það er ég meina, pröfaðu að tala við naut á nautahatti og reyna að útskýra fyrir því leikinn. Hvað er í gangi? Og þannig líður mér. Að bara, veist, fólk er bara, nei, sjá, það er rautt þarna, sjáðu, það er rautt, það er bara stanga það, já, bara stanga þetta, sjá, það er rautt þarna, já, bara stangum það. Veist, það er bara, já, hann fattar ekki, þú hleypur í það rauð, þá stingur hann með sverði í bakið þér. Nei, hlaupum, veist, það er bara, og það er ekki eins og þetta sé í fyrsta skipti sem að nautið hleypur í flaggið, sko. Ég meina, ég myndi alveg skilja að nautið myndi hlaupa einu sinni. Já. Það er farið að vesenast til hljóðinu mér áttur. Það er þetta. Það er nú ekki auðvelt ef maður þarf að halda úti öllu NSA-talunum. Þeir eru inni hjá mér alveg upp á mitt dekk, er það ekki? Það var ekki slegið bandbreytarinn eins og myndinni. Þetta komið í lag núna. Er þetta komið í lag núna? Á ég ekki að sækja að fá að taka við Sprengisandi? Var hann ekki hætta þar, fuglinn? Farið ekki bara að hringja í rétt aðila og láta mig taka Sprengisand? Og já, þannig nú það.
En það náttúrulega sorglegt að sjá hvernig verið er að fara með Íslendinga, með líðinn á Íslandi. Og þessi rás mín virðist vera að breyta gríðarlega miklu. Það virðist vera að hluti af nautahjörðinni er að fatta hvað er í gangi. Og þá eru nautabanarnir í smá vanda. Allavega er erfitt að halda leikana ef nautið fattar blót. Og ég veit ekki alveg hvað gerist næst, sko. Það sem að gerist þegar að svona þagnir koma á milli, það er á Íslandi eru búin að vera töluvert af atburðum sem að enginn virðist taka eftir nægja. Það munið eftir morðinu upp á Akranesi. Það sem að eitthvað átt að hafa drepið konuna sína og svo sjálfan sig eitthvað svona. Ég trúi ekki þessari sögu, sem sagt. Ég held að þetta hafi verið eina af þessum mannfórnum sem við erum að tala stundum. Og það er náttúrulega upp á Akranesi alltaf aðandi í að síja heiliði með hvað er lengi verið að gera eina bíómynd. Þeir eru ekki alveg þá. Og ég held að sé miklu meira í gangi í undarheimunum heldur en að fólk átt að segja á. Og sko það er ekkert verið að taka á neinum málum, sko. Það er bara verið að espa fólk upp. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því. Sko í staðinn fyrir að taka átlum skattsvikamálum járnbræðslana eða álverana eða hvað þetta heitir, þá er verið að tala um að það gangi svo illa í Landsvirkjun að núna þarf náttúrulega að fara að selja hana, ekki satt. Og nú er öll dreifingin að komast í hendunar einkaaðilum, sko. Og það er einokun, þið sjáu alltaf alls þar einokun að fnikur af öllu. Að ef að þú stýrir dreifingunni á rafmagnum, þá stjórnar þú bara öllu í rafmagni. Það er ekki, það er einhver annar að fara að setja upp einhverja rafmagnsnúrur um alltaf dreifsar á Íslandi. Þú veist að það eru, þú veist, það er alveg ljóst að það eru að valdstjórnin er að stunda skipulega glæpastarfsemi. Þeir eru í því. Og sjáðu Seðlabankann bara, hann er bara einhverjum með alls konar eignabrask og fyrirtæki og bara svona braski, sko. Sem er náttúrulega eðlilegt þegar þú ert að tala skipulega glæpastarfsemi. En það er ekki eðlilegt niður það þjóðfélagsmokkur hefur verið sagt að vera búin í. Þá stemmar bókhaldið illa. Annað sem enginn hefur tekið á til dæmis, það er búið að fangelsa bankamennina. Það hefur enginn bankaráðsmaður einu sinni verið ákærður. Enginn. Núll. Nýtt. Bara enginn. Það voru þeir sem að réðu bankunum. Ekki þessi guttar sem verður að dæma núna. Þeir höfðu bara ekkert málin að segja. Nema bara þeir voru að framkvæma það sem bankaráðsmenni sögðum að gera. Og æðsti yfirmaður einn af stóru bönkunum er náttúrulega myndskreyttur í félagsriti sínu með sömu krossum og glingri og Ólafur Ragnar. Það er ekki annað en að horfa á glingrið á þessum fágatum til að sjá hvað er í gangi. Það er ekkert einu svona fela. Það er bara netið og finndu það.
Svo er fólk með bara eitthvað svona orðstælar, þetta er ekki þetta, heldur hitt og sko. Það skiptir alveg einhver máli. Já, þessi Georgia Guides, þá er bara einhver áhugamaður steinsmíði. Ok. Og svo eru húsþrælarnir. Það er þetta lið sem er á vinna þarna á konungshúsinu á Austurvelli. Bessastaðir eru svona, hann er ekki master, hann er bara svona æðsti húsþrælaströmpurinn á Íslandi. Og það sem hann var að segja, já, ég var að segja ykkur á hann í framboðsræðinu, hann var að staðfesta greiningu mína á stjórnarskránni og hún kemur að ofan. Hann sagði, Ólafur Ragnar, það sem ég hef sagt, hann er fræðimaður þetta, hann er að taka upp það sem ég var að segja. Þannig ég er náttúrulega æðsti doktorsstrumpurinn í landinu, ég veit þetta betur en allir aðrir. Það er hérna doktorskráðavegnu hjá mér, þessu vitið. Að hann staðfesti það sem ég hef sagt. Ég er fyrsti Íslendingur sem hefur komið með það fram opinberlega að íslenska stjórnarskráin er stjórnskipunarplagg ættað frá konungstignum, sennilega dönskum eða norskum eða svenskum. Þeir verða svona skiptast á milli eitthvað með yfirráðin yfir Íslandi. Það er þetta svona hlutabréf sem gengur kaupan og sölum. En á meðan að þú skilur þetta ekki, þá er ekki hægt að hjálpa þér. Þá uppskerðu bara afleiðingar heimskuðinnar. Það er bara þannig. Og því miður þá sullast þær afleiðingar yfir á fullt af öðru fólki sem að já, þetta er pilsner 2,8% pilsner. Það er miklu heilbrigðari drykkur heldur en gos og svona dröllumall. En það er ekkert malt hérna, ég myndi sem að drekka malt eða það var eitthvað alvöru malt hérna. Ég drakk mikið af malti þegar ég var heima á Íslandi. Þetta er svona substitute fyrir maltið. Það er það næsta sem ég kennist maltinu. Það var svona áttu ykkur á því, sko. Mætti alveg senda mér hérna 1 gám af malti, 6 mánaða fresti. Það var ekki gaman. En annars er þetta bara, þú veist, fólk er bara á einhverju taflborði og bara er að segja bridge eða nóló, ég ætla að segja nóló í taflmóti, sko. Veist, sjáðu fyrir ykkur, það er allt á harfisk. Svo heitabóta, sem fyrir það nokkra hef ég saknað heitabótana mikið. Eina sem ég hef hérna er sána, sem ég nota á hverjum degi reyndar. Næstu alveg. Og börnin kom alltaf með. Það er alveg sána. Fyrst voru þeir lengi, núna endast þau ekki lengi reyndar. En segjum að þú sért að tefla skák og svo teflir hinn einhverju leik peð, þá segir þú nóló. Hvað meinarðu? Já, nei, pass. Hvað meinarðu? Pass. Já, þetta er hérna sóknarvilla. Nú, hvað meinarðu sóknarvilla?
Já, þetta bara sóknarvilla, mátt þetta ekkert, sko. Já, veist, fólk bara á tapmóti með einhver svona, og svo þegar að tapmóti heldur áfram og þessir heimskingjar tapa hvernig skákinn og fættur annari, bara aftur og aftur og aftur og aftur tapar fólk eignum sínum og öllu og fátæktin eykst og fólk að segja, já, nei, pass, já, nei, þetta sóknarvilla og bara já, og svo það búið að tapa öllum mót og bara alltaf farið vitlis og bara, ég ætla að fara að mótmæla, sko. Ég bara mótmæli þessu, sko. Það ekkert hægt svona, sko. En þú skrifaði við innganginn að þú ætlar að taka þátt í tapmóti og þú skrifaði undir plagg sem þú samþykktir þessa tegunda tapreglum. Og nú búið að máta þig 15 sinnum og þú fallin út af mótinu, bara út í hotn með þig og þegið. Já, ég sagði nóló. Ha, hvað meinar? Og það ekki nóg með að, sko, og svo nennir fólk ekkert að rannsaka. Það eina sem að fólk vil gera bara rífast við mig eitthvað. Það eina sem fólk hefur áhuga bara rífast eitthvað. Já, þetta ekkert svona, sko. Já, þetta bara vill í þér, sko. Þetta bara einhvern veginn alltaf öðruvísi. Og þú geðveikur, sko. Ha. Já, þú mátt ekki svona, sko, hann að spila hérna með biskupinn og hann að drepa hérna peðin hérna, sko, hann bara má þetta, sko. Þetta bara eitthvað vitlaust í þér, sko. Þetta við erum að spila nóló, sko. Nó. Maður kemst alltaf að sömu niðurstöðuna aftur og það kannski ekki mér alltaf að rulla, þess vegna hef ég gert live lengi, ég enda alltaf í sömu niðurstöðuna. Það þín eigin heimska sem vandamáli. Það ekkert annað vandamáli gangi. Það enginn að neyða þig til þess að taka þátt í þessum að láta mafíuna taka því óðrendan aftur og aftur. Það enginn að neyða þig til þess. Þú gerir þetta allt saman sjálf viljugur. Þú skrifar undir allt saman. Samþykkir allt. Þú ferð á tapmóti, segir já, ég ætla að spila eftir þessu reglum á þessu tapmóti, já, ég ætla að gera það. Og svo ertu allt tapmóti, hrópandi eitthvað nóla, sóknarvíti, það er að fara að velta þér svona eins og fótboltamenninni gera á tapmóti, þetta er bara, kom. Og nú að fara að mótmæla fara á heimili fyrir ég bara svona afsökun á hérna mótmæla fyrir saman hjóna Þorgerði Katrín. Það hérna að koma. Ef að fólk að krefjast þess að friðhelgi heimilisins sé virt, þá þarf það allavega að byrja að gera það sjálf, sko. Það var alltaf það mistök sem ég gerði. Og hérna fólk svo sem gerir alls konar vitleysu þegar reyt, það ástæðan fyrir það að reyta fólk reiði. Það ástæðan fyrir því, sko. Já. En hérna, já, var eitthvað annað sem ég ætla að tala hvað segir þið? Já, nú Sturla kallinn, næsti forseti. Hann alveg æstur í að vera yfirmaður mafíunnar, vera mæsti dón. Og hérna en hérna sko þrátt fyrir að fólk sé svona heimst
Það reyndar ákveðin fórnarlamb í því að það heimskunar starfsemi, það skipulag, fólk forheimskað í skólakerfinu. Og það getur sér lesið úr gögnum þeirra sem þessu Sameinuðu þjóðadrasli, allur OECD eða hvað þetta heitir allt saman. Og þessir foundation, allir þeir eru að fjármagna forheimskunni á börnum. Og það gert með skipulegum hætti. Þannig að ég átta mig á því að fólk náttúrulega í alveg skelfilegri stöðum, eins og nautin eru í nautaræti, þau enda bara í dauðanum. Þau komast ekkert lifandi frá þessu. Og alveg saman hvað þau gera. Ef þau ná árangri þá bara kemur fullt af trúðum og þau eru drepin bara með öðrum aðferðum. Sko. Og það sem að þessi elitumafía gerir, hún heldur bara áfram, allt leikur eins og þeir vilja hafa. Og þegar þeir vilja breyta hlutum þá eitt undir aðalsmerkinu hjá þeim í meitlara dæmu, order out of chaos, að þá sita þær allt í vitleysu ef þeir vilja koma okkur hlutum á. Því ef allt bara í kyrstu þá gerist ekkert. Og eftir þetta Panama-pappíra, skeinipapíradæmi, þá núna búið að bara strax setja lögum að samkeyra öll persónugögn fólks í Evrópu bara. Og Ísland alveg æsti að vera með þessum líka. Og nú bara all þessi flugeldasýning sem búin að vera í gangi snýst það að samkeyra gögn. Klassisk problem reaction solution. Ef að eileitar hefur komið og sagt já, við ætlum að fara að samkeyra öll gögn innan almennings, þá er fólk bara nei, þið ætla ekki að fara að gera það. Og þá þetta aftur sama aðferð og alltaf. Mækin ekki í lagi, hvað meinarðu? Allt í volli hjá okkur bara. Og bara fara að láta þetta gott heita í kvöld eða. Og bara fara að láta þetta gott heita kannski. Ég vil kannski setja með bandvitan eitt skref, en veit ég hvort það breytir okkur. Nei, þetta snýst ekkert bandvit. Sko. Ég ætlum að loka þessum glugga hérna. Ég ætlum að loka þessum. Ég þarf nefnilega að eignast sterkari tölvu. En er það betra núna hljóðið eða hvað? Hvað segir þið? Er eitthvað betra núna? Halló. Það er fína mixer, en þetta verðist eitthvað í hangoutunum. Það er einhverjir memory bufferar sem hún ræður ekkert alveg við, blessunin. En það er þetta sem er klassískt, hvað segir, heyrist? Þetta er allt í lagi, segir einn, allt í fokki, segir annar. Sko, problem reaction solution sem ég hef þýtt sem vandi viðbrögð vesen, að sko, ef að nautið hefði ekki hlaupið í rauða flaggið í reiði sinni, þá hefði ekki opnast bakið á því til þess að stinga sverður í. Og það er tilgangurinn með problem reaction solution, að ergja þig fávitan til reiði og svo hleypur þú í einhverja átt, sko, sem er löngu búið að skipuleggja. Og við það hleypur, þá koma þessi viðbrögð og já, það er að gera þetta og þá segja, já, við samkeyrum bara alla gagna og þá rættum við þessu. Sko.
Það var það sem þeir ætluðu sér í upphafi, sko. Og þá segja þeir, já, það nú sko heldur betur að keyra saman alla gagnagrunum en að taka á þessum árans skattsvikurum, sko. Já, það. Hvað með álverin sem aldrei borga skatt á Íslandi? Aldrei. Hvað með góðgerðarfélögin? Bara íslensk góðgerðarfélögin. Hvað með Díkot sem aldrei borga skatt á Íslandi? Eða það er hverfa svona skriljónar að hálfa væri nóg. Og það eru stórar hópar á Íslandi sem sko borga ekki skatt en það bara vilja. Ég hef séð til slíkra handverka. Til lögfræðistéttin greiðir bara skatt ef henni sýnist svo. Ég hef séð bókhaldsaðferðir eða svona reikningsskila aðferðir á lögfræðingum. Ég hef það kynnt svolítið að lögfræðingum ekki tíður og ég sé bara, sendir ekki reikning? Nei, ég sendir bara tilkynningu skuld. Nú, má maður það? Nei, ég gera það bara. Nú, má ég ekki gera það hjá mér? Nei, þú mátt ekki gera það. Ég gera það. Ertu að segja að þú sendir ekki reikning? Nei, ég sendir bara tilkynningu skuld. Og svo þegar skuldin er greidd, þá gef ég út reikning, kannski. Já, en má ég ekki gera það í mínu fyrirtæki? Nei, þú mátt að gefa út reikning, sko. Nú, ok. Bara eitt lítið dæmi. Og það er ekki eins og ég sé bara fagbólötu upp á hausnum hjá mér. Ég meina, það er viðurkennt að forsetahjónin eru með diplómatapassa og það gildi engin lög þau eða neitt. Þau þurfa ekki að borga skatta eða þau fá sennilega skattanum sína endurgreidda ef þau lendið að þurfa að borga það. Og diplómatsían er svipað apparat og aldrei þjóðin, það er svona svipað útgáfu staður. Það eru þetta saminuðu þrjótadæmi sem eru yfir öll löghafin. Það er liðið upp í þessu auðuna. Já, en er það ekki kristið tákn? Jú, það er kristið tákn. Ég meina, stafurinn B, hann er til í ensku. Þannig að ef þú segir ba, ertu þá að tala ensku eða íslensku? Ef þú segir B, til þess. Ef ég segi stafinn B, þá ertu ekki að tala íslensku, þú tala stafinn ensku, sko. Það er ekki það sama, sko. B og B er ekki það sama og B, sko. Ég heyr alltaf vel úr mæknu þess að til mér, þetta truflar ekki til mér, þetta er bara útsendingin til ykkar sem að hyggst hengátið hefur ekki undan. Og það er memory bufferar sem er að stríða með eitthvað. Gott að þið heyrið í mér aftur, það er næsilegt. En ég sæki hér með formulega að taka að mér sprengisamt. Ég skal gera það með stæl, sko. Og og svo get ég alltaf tekið að mér Ríkisútvarpið ef maður þarf að laga þar eitthvað. En ég reynda vill ekki vinna fyrir Ríkisútvarpið þegar þeir innheimta skatta með valdi. Og ég vil ekki vinna fyrir slíka blóðpenninga. En sko eina leiðin, sko, ef að nautið lætur ekki rauða flaggið trufla sig, þá er ekkert nautið áttu ykkur á því. Segðu það aftur. Ef að nautið lætur rauða flaggið ekki pirra sig, þá er ekkert nautið. Það sama er ef að þú lætur ekki múg æsa þig, ef að þú lætur ekki fjölmiðlunar, kórmiðlunar stjórna þér, þá er ekkert nautið. Það er bara þannig.
og og ef að þú ert að sko, ef að lífið skákmót, það ekki eins og við höfum ákveðið hvernig lífið á að vera, það svolítið bara búið til og sagt svona þetta. Og ég hef til dæmis sagt að innheimta á skatta með valdi eða ofbeldi glæpur gegn mannkyni, að það einhvern veginn enginn að ræða það. Og það bara verið að rítukola mig fyrir svona hugsanir, sko. En það þannig að innheimta skatt með valdi, ofbeldi, ekkert öðruvísi nauðgun. Það engin munur þar á. Það bæði ofbeldisglæpir. Og hvaða ofbeldi sem ofbeldi ofbeldi. Bæði á ensku og íslensku. Að og meðan þetta í gangi og fólk neitar, það hreinlega neitar, fyrsta lagi fullt af fólki sem ég held að væri hægt að har neitað að koma viðtal við mig til dæmis. Það bara nei. Og pólitíkusar sem ég spurði að koma viðtal, bara nei. Ég hef ekki tíma. Ég hef ekki tíma. Það engan tíma ég að tala við þau. Að það náttúrulega þetta fólk allt saman á kafi í starfseminni, sko. Að á meðan að fólkið harðneitar að læra fyrst að fatta ég á tapmóti, þá það minnsta sem ég þarf að læra stregluna í tapli, hvernig tefli maður. Og ef þú harðneitar þessu, þú ert bara að tala einhverja britsreglur og eitthvað bara sem á ekkert einu sinni við, sko, það reyndar ákveðið ofbeldi að vera þvingaður í að vera í þessu árans tapfélagi, ég átta á því, en þú þarft allavega til þess að koma þér út úr ástandinu, þetta áttað á því að þú ert fastur á tapmóti. Og þú þarft aðeins að kunna tefla og reyna að komast út úr því ástandi, sko. Það að segja að þú elskar ekki tefla, sko. Og það það sem vandamálið, að fólk fyrsta lagi lifi bara í einhverjum bleiku skýi, við erum í lýðræðisþjóðfélagi, við ráðum þessu allt sjálf og það allt í góða lagi og ekkert vesen og við erum að búa til okkar eigin stjórnarskrá sem að við erum frá okkur fólkinu í landinu, þú veist bara, varstu ekki að hlusta þegar Ólafur var að tala? Það var bara eitthvað suð í hausnum, ég heyrði hvað hann sagði. Hann sagði, stjórnarskráin kemur frá Alþingi. Og hann staðfestir það sem Alþingi gerir. Og hann gerir það sem kóngurinn segir að gera. Eða Sameinuðu þjóðirnar undir hvaða valda hann núna. Þeir eru sennilega undir Washington valdinu akkurat núna. Þannig að meðan þú veist ekki hvaða reglur í gangi, það þýðir ekkert fyrir þig að vera að fara með einhverju spilnir og Austurvöll og segja pass, nei nóló, já ég ætla að segja nóló. Það hlustar ekki hlusta. Hefur eitthvað breyst? Nei, ekki neitt. Af hverju ekki? Af því þú ert hálfviti. Það ástæðan. Þú ert með svipaða vit og nautið í nautaatinu. Hvaðan heldur að orðatiltæki komið að vera nautheimskur? Var það líka bara tilraun kannski? Af hverju segir þau ekki beljuheimskur eða apaheimskur eða mýflugaheimskur eitthvað? Af hverju völdu þeir orðið nautheimskur? Af hverju? Tilviljun. Ja, það alltaf tilviljun. Það bara tilviljun að
sömu fjölskyldunar eignast öll ríkisfyrirtækin. Það bara tilviljun að segja. Það bara tilviljun hverju fengu kvótakerfið, eða kvótan, með kvótakerfið. Það bara tilviljun að segja. Það var ekkert stýrt eða skipulagt eða neitt. Það ekkert þannig. Það bara tilviljun að sjóðstjórar eða framkvæmdastjórar í lífeyrissjóðum allir mold ríkir. Það bara tilviljun. Það hefur ekkert að gera með það að þeir láta lífeyrissjóðum taka tapið og hirða hagnaðin sjálfur. Þess að það gert þannig að mótni dags tekin staða í hlutabréfa gjaldeyri eða einhverju braski og þeir geta haldið viðskiptum opum yfir í dag. Það engin krafa á því að loki viðskiptunum yfir daginn. Síðan kvöldið þegar loka viðskiptunum eða átöðið hvernig loka viðskiptunum þá það þannig ef það hagnaðar á tapinu eða það hagnaðar á viðskiptunum þá það sett á framkvæmdastjórinn í lífeyrissjóðnum. Ef það tap á viðskiptunum þá lífeyrissjóðurinn látið taka tapið. Þetta vita allir. Allir hér. Allir útsendingar stjórar hjá Frelsi TV vita þetta. Bara allir starfsmenn Frelsi TV vita þetta. Allir. Það vita þetta allir sem vinna hérna á Frelsi TV. Við hersingin erum alveg með þetta reyna. En hérna, já. Þannig nú það. Það ekki að bíða til ekki pluggi Karolína fund að ég komið 3% fyrstu 10 dagana. Já, takk því sem að sendu áheit í Karolína fund. Það var, þetta líka mér að hjarta rætnar. Gaman að geta unnið það sem gaman að það sem elskar að gera. Og ég þarf því miður að heyja harða lífskjara baráttu að halda út í vinnu og þannig ég veit ekki hvernig það fer og svo sáum við að Kastljós hvernig maður Helga Sellin að vinna á Kastljós eða Reykjavík Miðja það bara, maður sér enga línu þannig á milli að vinna á Reykjavík Miðja eða þetta ekkert óðurlega tengsl? Það ekki enginn að skoða þetta, enginn að fjalla þetta. Það er ekki. Þegar fjölmiðlunar eru allar að vinna í sama hórhúsinu. Það skiptir ekki máli hvað mörg nöfn. Ef það hórhús með 8 hliðar, þá getur verið 1 merki á hverju hlið. Allt sama hórhúsinu. Sama starfsemin og sama vitlisann. Já, þetta. Það er að sjorta, taka skortstöðu. Það hagnaðurinn að tapinu. Já, ég hef hort á Krán 777, hann gjörsamlega steiktur, hann að tala hann disinfókur, Krán 777. Hann að tala að tunglið sé projekt á heimilinu og ég trúi á hann ekki. Það rosa mikið að disinfó liði í gangi. Og allt ykkur því, ekki trúa orðaði sem ég segi. Double checkið allt sjálf og reyna að vakna til raunveruleikans og myndið ykkur ykkar eigin skoðanir. Þetta bara mitt pæl hérna Bara ekki trúa neinu sem ég segi. Og ég mjög ánægður einmitt að fá, það endalaust verið að benda mér á alls konar og kritisera það sem ég segi til þess. Og ég fagna því mjög mikið en þegar ég hef stundum tekið gagnrýni, mér hefur verið bent á hluti þannig ég skipt skoðun. En það og langt síðan mér hefur verið bent á stórar skekkjur í því sem ég að pæla. Þetta til dæmis með svona atriði eins og flöturinn, ég bara veit það ekki. Ég veit að það að ljúga mér. Það ákveður NASA og skólakerfið og sjóða rækama sjóðastjórarnir þeir hafa verið að ljúga mér allt mitt líf, þannig að ég trúi ekki þeim ekki lengur ég trúi bara mínum eigin augum og já, og kemur upp eitt í það sem ég er að tala að það aðferðin við að breyða yfirhluti.
og þetta lið alveg sturlað sko. Bara þetta klikkað, þetta svo snældu vitlaust geggjað lið sko, að það hálfa væri nóg sko. Að við vitum að þeir hafa verið að sitja í svona tunnur af eiturefni. Ég ekki viss að geislavirkni sé til, en ég tók því að eitur sé til. Og það virðist vera að þessar tunnur sem voru settar í hafið, þetta kenning frá Guðmund akkurat kjarnavopnin, það greinilegt að þessar tunnur alltaf farnar að mígleka og þá sprengja þær upp svona fabrikku eins og í Fukushima og tala svakalega leka þar út all hafsvæði hér og þar út allt sko. Það til þess að covera, þetta cover story, til þess að fela að núna þegar við verðum að gigamæla sjóinu þá allir bara wow, allt rókið upp hérna maður. Og þá ferðu kannski að spyrja, veitu hvað að gera sko? Já, þetta Fukushima sko, það mál. En það enginn að skoða tunnunar sem að mjög leka ágrænulega. Og þetta dæmi svona cover. Sama með núna eins og Zika-vírusin. Zika-vírusin cover líka. Sko í þessum bóluefni sem búið að sprauta í ungbarn, sko að sprauta bóluefni í barn innan 18 mánaða glæpur gegn mannkyni, sko, það var einu. Að í þessu bara alls konar drasl, sko. Það bara apa heilar og fóstur, gömul fóstur lík og það bara þvílíkt rullum allt sko, í þessu að hálfa væri nú. Og svo verið að bólusetja barnshafandi mæður sem allir heilvita læknar vita bara glæpur hjá mannkyni líka, það bara sturlun að gera það. Og þetta það skipulagt allir sem mervaks bóluefnið að því sprautað í börn á nákvæmlega þeim tíma þegar það hámarkar skaðan á heilastarfsemi þeirra, sérstaklega á drengjum, sérstaklega á litlu fólki. Allt saman bara tilviljun, þetta var allt saman tilviljun, sko, þetta bara tilviljun. Og núna búið að vera mikið verið að bólusetja ófrískar konur, það mikið búið að vera press á það. Og það ástæðan fyrir að núna fæðast vanskömmul börn. Og nú allt í einu bara tekin út úr hillunni einhver vírus frá því sem að Rockefeller með einkaleyfi frá 1944 eða 47. Þeir bara með einkaleyfi á þessum vírus og vírus náttúrulega ekki til. Þetta einhver bara einhver myndir af einhverju drasli sko. Að það bara cover sko. Það bara cover story til þess að covera yfir allt tjónið sem að það drullum allir að hefur alltaf. Og ég skora á líka á RÚV eða Vísir eða 365 að sýna myndin hérna Vakst eftir hann Andrew Wakefield. Takið eftir því að þeir gera það ekki. Spurði ykkur á akkur þessi miðlar ekki að sýna myndina Vakst. Þar whistleblower eða svona lekari. Þar lekari að leka upplýsingum það að þeir vissu allan tíman að MMR bóluefnið stór skaði fyrir lífstíð. Og þeir fölsuðu gögnin. Sama var upplýst í sambandi við þessi global warming gögn. Þau voru allt saman fölsuð, sko. Allt saman falsað. Og þannig að það alls konar atburður og alls konar vesen sem cover. Og sama getur gerst á Íslandi og reyndar í Svíþjóð og í Noregi líka. Að það verið að eitra fyrir fólki núna í mat og í háloftunum og það mikið eitur bara í gangi
og þegar einkennin fara að koma út þá verður notuð þessi cover-saga, þetta var ebola-vírusinn eða þetta var hitt. Og til dæmis vitið að það er formalín í bóluefnum til dæmis. Og við vitum það var staðfest. Það var ekki á staðnum en það var svona í fjölmiðlum, hliðarfjölmiðlum sko. Þar var talað um það að þessi ebólufaraldrar í Afríku, þar voru vestrænir nýðingar að greiða fátæku fólki fyrir að setja formalín í drykkjarvatni af fólki. Þegar formalín framkallar svona ebólulík einkenni, þá er þetta að setja bara formalín í vatnið og þá var kannski bara heilt þorp sem þurfti að reynsa eða og þá er bara ebola, þetta er ebola, hún er smitandi og bara allt vesen og þá bara lokað með hervaldi og svo bara deyja allir í þorpinu og bara það bara dó allir með ebólu. Já, hljóðið alveg handónið hjá mér. Það var nú ekki gaman. Já, hann að vakst. Skal bara tjekka á því. Þú getur líka farið inn á frelsitv.com. Þar er frétt með honum Andrew Wakefield. Ef þú situr Andrew Wakefield og vakst, þá kemur myndin pottet upp. Flott, hún náði því. En já, það var komin ágætt í kvöld. Það var komin svefngalsi í mig. En ég er alveg komin á það línu líka bara bara að fara að tjela á þessu frelsi TV dæmi, sko, þessu hobby. Svona það er engin rekstrargrundvöllur fyrir þessu, það er alveg ljóst. Og ég er alltaf með fjölskyldu sem ég þarf að sjá fyrir. Og það verðist allir verið svo reiður út mig og allir halda þessu bara hálfviti og veit ekkert í mér haus. Þannig ég veit ekki alveg hvað ég á að gera. í alvöru, ég bara veit það ekki. Þessi Karolína söfnun finnum eitthvað rólega stað, þannig að fólk er til í að kasta 12 milljónum í Reykjavík Media, komin einhver 20 skall í mín í áhætt, sko. Þannig að það virðist ekkert vera grundvöllur fyrir rödd eins og mína á þessum fjölmiðlamarkaði. Það er erfitt að vera á mellum markaði þegar maður vill ekki vera mella. Það er mjög erfitt. Og eina sem ég get tekið við eru svona eitthvað lítil, ég var nú alltaf að gera vonum að væri svona breiður hópur sem myndi gefa lítið, sko, það væri rosa sniðugt fyrir mig, sko, en menn hafa ekki einu sinni svarað því ákalli, sko. Það tekur bíómið eða eitthvað, en ég þakka náttúrulega þeir sem hafa svarað ákallinu. Það er mjög vel, það er alltaf sama fólki sem svarar öllum ákallum frá mér. Það er fólk sem virkilega meinar að styðja við bakið á mér. Og það er mjög gott
en það dugar ekki. Þessna hef ég líka ekkert verið að gera live eða gera neitt. Það bara ákveðin takmörk fyrir því hvað maður getur gert í sjálfbæðinu og bara og já, spurningum að taka þetta aftur taka þetta bara á algjöran hobby level sko, það sem ég gerir bara eitt hálftíma myndband í mánuði eða eitthvað svoleiðis sko, þá ég ekkert að þá þetta bara hobby sko, og þá til þessi kvöld hefði ég frekar verið að gera vefsíðu heldur en að tala við ykkur sko. Og ég áttum ekki alveg á því að fólk áskrifendur á stundinni, fólk hefur spurt mig hvernig það getur gerst áskrifendur að redda þessi reyti og já, ok, engan á að vera áskrifandi á mér sko. Þannig að ég ekki alveg að ég náttúrulega svo sem ég svo sem að með þetta allt saman opið og allir frelst að koma og hlusta sko, en þannig að ég þarf þá að hugsa eitthvað svona reyti og tækni, það sem að hluti á dagskráni í lokaðri dagskrá og það mjög, getur bara vel verið að ég gera það og þegar það ekki ákveðið streymi af áskrifendum, fólk sem hefur áhuga á því að styðja þetta 500 kall á mánuði eða 1000 kall á mánuði, eitthvað bara eitthvað og helst sem breiðast í hóparinn. Ef það ekki að gerast þá þetta svolítið mikið rugl sko. Ég er svo framúrstefnu sinnaður. Já, þetta svona, ég fæ kaupið daginn eftir ég drest, ég nefnilega að trúa á líf fyrir dauðan sko, þannig að það svolítið erfitt að ég líka með ávísina hefti mitt á himnum alveg tróðfullt, ég held ég kom ekki meira inn í þann banka. Ég var að vinna fyrir uppbyggingu á ABC hjálparstarfi og ég hef alltaf tekið rosalega mikið þátt í svona ólaunum félags eða svona sósíalstörfum sko. Og til kirkjónum var ég endalaust að vinna á hönnunarstörf og byggja upp stúdíu og allt mögulegt. Og það var alltaf til peningar fyrir alls konar, en aldrei til peningur fyrir mig sko. Þannig ég eiginlega hættur að nenna svona hobbyism sko, og svona blanki gaurinn sko. En ég get svo sem sjálfur mér kennt að þessu marki að ég hef ekki verið að loka dagskrá og ég hef ekki verið að nota svona redæstrykk. Það með bara korter opið og svo lokað og eitthvað svona. Ég hef bara trúa því að fólk sem horfir á Frelsi TV séu svo þroskað að það skilja hvað ég að segja sko. Það vera örfáir sko, það séu svona 3-4 sem hafa virkilega svara kallinu, 3-4 og þannig að já, þannig það ég svo líka náttúrulega þeir óbúslega fáir svona já, reyndar náttúrulega að koma upp ný scenaríu og maður þarf svo sem að greina frá því hvað að gerast, fólk virðist ekki sjá neitt samhengi í neinu sko. En í raun gæti ég eins og í kvöld
fólk hefði bara getað horft á gamlan þátt, sko. Ég meina, í raun alltaf farið sama scenarióið aftur og aftur og aftur. Og það svo sem má segja með fréttaþætti, þú veist, fréttir, það alltaf verið að segja fréttir af sama drasslinu, sko. Að ég tel að reyndar fulla þörf fyrir stöð eins og Frelsi TV. Ég held að það sé punktar að koma frá mér sem að hafi reynilega breytt Íslandi. Og þegar að forseti Íslands eða forseti íslensku mafíunnar staðfestir mína greiningu og lagaskilning á stjórnarskránni, þá er alltaf þetta að fá meira hrós en það. Ég held að Háskólinn ættum að senda mér innan stjórnarskrárfræðis doktorsgráðu. Það er smá pláss hérna á vegna hjá mér. Ég er sett fyrsti aðilinn á Íslandi sem kom fram með þessa greiningu á íslensku stjórnarskránni. Ólafur Ragnarsson. Ólafur Ragnar var númer 2 í röðinni með það að koma opinberlega fram með þessa greiningu. Þannig að ég skora á ykkur að hugsa hvað ykkur finnst Frelsi TV og hvort að þið séu sátt við það að það bara lognist hreinlega út af, því ég þarf að vinna fyrir mér, sko. Og svo sagt var í Biblíunni, þú getur ekki þjónað Guði og mammon, þú munt alltaf vanrækja annan. Að ég á erfitt með að byggja upp. Það er hérna já, það er líka svo erfitt, sko, því að það er örugglega fyrirtæki sem að vilja ekkert auglýsa hjá mér, sko. Það er svona til dæmis YouTube auglýsingarnar. Þeir bara kippa þeim út á ensku rásinni, sko. Þeir náttúrulega borga ekkert hérna á þessari íslensku því að þeir þykjast ekkert skilja íslensku en eru með útibú í Íslandi. Og ég var nú að tala við lögfræðing fyrir hvaða 4 vikum og hann var að tala það væri furðulegt að þeir myndu ekki opna þessa gátt af því að þeir væru á Íslandi með starfsemi. Þannig að það er líka, þau eru áttökur á því að það eru alls konar pólitískar og svona teknískar ástæður fyrir því að það er erfitt fyrir mig. Ég meina, haldið þið að Alcoa fara að auglýsa hjá til dæmis eða Landsvirkjun eða Sjálfstæðisflokkurinn eða haldið þið það eða Landssíminn? Það er eiginlega enginn sem að nema þá fer ég náttúrulega bara að spila poptónlist og tala um ketti, sko. Þið verðið að vera fullorðið fólk, sko. Þið átt okkur á því hvað er í gangi. Og það verður aðeins að átt að sjá því hvað maður vill að vaxi. Kannski vil ég bara ekki að þetta vaxi eða þetta. Ok, flott, þá er það bara þannig. Ég var ekkert sárið við því. En það er ákveðnar væntingar. Það er greinilega áhugi og pressa að þetta haldi áfram. Og þegar ég ger ekki live lengi þá fara menn að velta því fyrir sér að hvað er ekki live, hvað er í gangi. Það er þetta sem er í gangi. Það er óbúslega erfitt fyrir að sinna 2 herrum. Ég er nú þegar í töluverðri vinnu
Fyrsta lagi ég frá því í nóvember hef ég verið gríðarlega mikið endurmenntaður í þessum digital fræðum. Þannig að í nóvember var ég bara með heimasíður og fleira slíkt. Ég lýsti því fyrir konunni minni eins og ég stæði fyrir vegg, sko. Ég vissi ekki alveg hvernig ég ætlaði að handla þetta. En núna ég komin á þann stað að ég get tekið heimasíður á öllum stærðum og gerðum og kláraður. Ég er búinn að endurmennta mig nóg við það. Og svo ég náttúrulega búinn að vera svolítið að verkefnum í hefðbundum. Og svo ég að skoða hérna samstarf við sænska konu sem töluvert inn í, hún með góð tengslin í alls konar fyrirtæki. Og ég ætla að athuga með samstarf við hana svona gerð á kennslumyndböndum. Og hún var að tala það að væri gríðarlega mikið þörf fyrir það í stóru sænsku fyrirtækjum, alls konar svona, að þjálfa starfsfólk. Og þá fær maður helling að gera í After Effects sem þrælskemmtilegt forrita dönda sér í. Og svo náttúrulega ef að þið vitið einhver verkefni frá Íslandi þá megið þið gauka þeim að mér. Og þið kannski viljið það ekki, þá hef ég minni tíma í Frelsi TV. En þetta Karolína Fund svona tilraun hjá mér til þess að ég geti líka farið aðeins dýpra í hlutina. Sko ég ekki með svona eins og Reykjavík Media einhverja bara, þeir eru að ganga bara í rassvalsuna á RÚV eins og það sýnist. Sko. Hvað fenguðu mikið borgað fyrir þetta sem var sýnt í gær eða fyrir þetta? Hvað borgaði RÚV fyrir það? Ég muni að ég sendi RÚV tölvupóst, spurði þessar vinnuaðferðir og ég hef ekkert fengið eitt svar frá þeim. Sko. Þannig að já, þannig að það. En það var gaman í kvöld. Það hefur nú margt af þessu hefur setið á þetta svona pælingar sem hafa setið svolítið á mér. Það verið að láta ykkur horfa í mjög rangar áttir. Það verið að skella í lás þessu heimskerfi sem menn hafa talað í árþúsundir. Og já, ef þið búist við ykkur góðu frá Sameinuðu þjóðunum þá verið þið illa heila þegin. Og þið sjáum náttúrulega svona spjátrunga eins og András Mær, hann náttúrulega búinn að vera í vinnu hjá þessum þjóðum allt sitt líf. Og Björk náttúrulega í vinnu þarna líka. Já, og allt þetta lið bara, Jóhannes í Reykjavík Media, þetta allt saman á launum hjá þessum þjóðum. Og þeir nú sérlega ekki tilbúin að taka mið á launaskrá, sko. Ekki nema ég skipti alvarlega tón í þessu frambolti mínu. Og ég horfði á maður, sko, það var óbúslega gott til þess að átta sig á því hvernig mórallinn í mafíunni. Horfa á svona gamlar mafíumyndir, ég var að horfa á eitthvað með Al Pacino, Godfather og Untouchable á Netflixinu, hann var ekki mikið úrval þar. Að þið sjáðu mórallinn þar, ég man eftir þessi Godfather. Þá var svona áfærslega mikla veislur alltaf hjá mafíósunum og svona skemmtistaðir sem þeir sóta á og fleira slíkt. Og þið sjáu líka að þeir sem fá stöður sem húsþrælar, það fólki sem hefur verið svolítið að partíast í þessum mafíum, sko. Og þið vitið að Bill Clinton, þegar hann var forseti, þá senda hann öryggisverðina sína og spurja konur, ertu til í að ríða með Billa ef þú færð á fínt jobb hjá fylkinu eða það var alltaf, það var greiðslumiðillinn hans fyrir kynlíf, það var vinna, sko.
Svona, þegar maður séð stundum alveg skýr dæmi þetta á Íslandi, það sem að fólk sem gjörsamlega vanhæft er á alþingi eitthvað sem bara rambar bara upp í ræðustóla á röngum tíma og bara einhverju sem ekki í sambandi sko. Það svona í þessum grensum þetta þegar þetta tímabil verður gert upp í Íslandssögunni, þegar ég geri bíómyndina þetta, þá verður það svona Godfather-mynd, svona mafíumynd. En sú mynd verður náttúrulega aldrei gerð ef ekkert kemur í kassan sko. Jæja, þá er ég búinn að væla nú í kvöld og ég er þetta óbúslega ánægður að ég er heima og við erum að veiða saman fjölskyldan. Börnin eru alltaf alveg yndislega sko. Og ég er þetta mikið að vinna sko, en þau kom alltaf hérna og tekka á mér og dóttir mín byrjaði að koma hérna og við fengum hérna fekk eitthvað sendi svona umslagi með bubblplasti og það var ennþá lín í umslaginu, svolítið sterkt sko. Svo var alltaf komið pakkað í þetta fullt af dóti og alltaf komið pakkað til mér. Og svo vildi hún að ég pakkaði og gæfi henni pakka. Þannig að það er mikli plúsar við að geta unnið heima. Og það er það sem ég vil helst gera í framtíðinni. Reyndar er konan og vonandi fær hún vinnu við sitt fag sem er að kennslu. Hérna hjá bæjarfélagi við vinna 1000 starfsmenn og það er innan við 3 ættaðir frá Afríku. Það er bara tilviljun eða ekki. Þannig að það er ráðið hérna sænskt. Sko. Sem er kannski ekkert óhugulegt. Ég ræði íslenskt. Þegar ég hefði valum einhvern og svo Íslending, þá myndi ég sannlega velja Íslending. Ég er ekkert að segja það, ég bara þetta er ákveðin staðreynd sko, sem þýðir að það er erfiðara fyrir okkur til þess að fá vinnu fyrir hana. En þannig er bara lífið. Lífið er erfitt. Og þannig er það. En hugsið það sem ég er búinn að vera að segja. Og þá er það bara þannig ef það lognast út af, þá bara gerist það. Þá er allir sáttir við það. Herðu, takk fyrir komuna og góða nótt.